Komið heil og sæl og velkomin með okkur í föstudagsþáttinn. Þátturinn að þessu sinni tekin upp hérna í menningarhúsinu Hofi á Akureyri sem skýrist af því að við á N4 erum nýflutt og erum svona ennþá að koma okkur fyrir í nýju húsnæði og nýju myndveri. En það er í besta lagi, það fer mjög vel í hérna og hingað ætla ég að fá til mín góða gesti í næsta klukkutíman eða svo. Tónlist verður fyrirferða mikil í þættinum hjá mér, fæ alls konar tónlistamenn til mín, allt frá þungarokks hljómsveit og til popkóngsins Páls Óskars. Og síðan tölum við líka leiklist og sitt hvað fleira. En ég held að sé bara komið tími til þess að kynna inn fyrstu gestina. Það er einmitt þungarokks hljómsveitin Röskun sem er í dag að gefa út nýja plötu. Velkomnir. Takk. Heiðar og Þorlákur. Til hamingju með nýju plötuna. Takk fyrir það. Hvernig er tilfinningin að vera búin að koma þess út? Það er bara mjög góð tilfinning. Þetta er búið að vera ótrúlega langt ferli. Við byrjuðum á þessari plötu 2014 og gerðum þá fyrsta demóið af henni sem heitir Sýni og er hægt að hlusta það á meðal annars Spotify. Og síðan í kjölfarið fór að svona bætast við lög og árið 2015 og 16 fór eiginlega allt í að klára restina af þeim lögum sem er á þessari plötu og taka upp. Platan heitir Á brúninni, með umslagið. Hvernig plata er þetta? Þetta er mikið þungarokk. Við höfum lengi verið að spila þungarokk saman í hinum og þessum hljómsveitum og einhver hluta vegna fáum okkur ekki af því að hætta að spila þungarokk, þannig að það heldur bara áfram. Þetta er, og við erum meira að segja jafnvel að fara þyngra en við höfum nokkru sinni verið, alveg bara í tjúnni og... Já, við erum alltaf að verða dýpri og dýpri, sko. Hvers vegna haldið að það sé? Hvað er það við þungarokkið sem er svona skemmtilegt? Þetta er bara best, sko. Þetta er bara best? Það er ekkert skemmtilegra en að fá útrás við að spila þungarokk, sko. Nei. Sko, það er örugglega margt fólk sem er á þeirri skoðun að þetta sé svona bara öskur og svona bara læti og svona. En þið vantanlega lítið ekki á það svoleiðis. Þið leggið mikið á okkur að gera flotta músík. Sko, tónlistin er það sem er skemmtilegt við að spila þungarokk er náttúrulega, það er mikið svona challenge í henni. Hún er á vissan hátt flókin og sérstaklega þessi tónlist sem við erum að gera, hún er alveg pínu flókin, hún er hröð, það er mikið að gerast. Og við erum ekkert endilega að einblína á öskur, sko. Við erum alveg með mikið af söng, sko. Þeir eru 3 að syngja. Það er meðal annars Þorlákur og hann er reyndar meira í öskrunum reyndar en svo eru 2 aðrir sem eru að syngja meira og það eru Ágúst og Magnús sem eru bassaleikari og gítarleikari líka. Það er að blanda saman svona, öskrunum og svo líka svona melódíum. Já. Já, einmitt. Og nafnið Röskun, það er eitthvað svona saga bak við það ekki? Hvaða Röskun eru það að tala um? Röskun er, það er enda kom svolítið seint þetta nafn. Það var nú ekki alveg í upphafi, sko. Við vorum eiginlega ekki með neitt nafn alveg fyrsta halva árið eða svo. Já, actually, sko. Það er ekki fyrir nú fórum að ræða hvað við ætluðum að gera, sko. Já. Hvert við ætluðum að stefna, þá kom nafnið ykkur með. Já. En þetta er ekkert alveg svarthvít og er einn í hljómsveitinni ykkar, hann Magnús til dæmis, sem er með bakgrunn í aðeins annars konar músík líka, hefur verið í klassískum söng. Já. Þannig að þetta fer kannski ágætlega saman. Sko, já, það eru og það sem er gaman við Magnús er að hann er náttúrulega, hann er svolítið öðruvísi meðlimur heldur en við. Hann er að koma úr öðrum bakgrunni, sko, og þótt að ég reyndar var sjálfur að spila með honum þegar við vorum yngri þungarokk, sko, og svo fer hann út í klassíkina og síðan erum við að blanda þessu saman núna og það er eiginlega bara ógeðslega skemmtilegt og hann er búinn að kenna okkur alveg fullt líka bara með melódíur og hvernig á að syngja og allt það, sko. Og hann er háanótan hjá okkur, hann kemst hæstu hæðir með sönginn, sko. Já, einmitt. Svona þetta umhverfi sem við erum með í dag, við erum með allar þessar tónlistaveitur. Spotify og svo erum við með YouTube og margt fleira. Hvernig er að gefa út geisladisk í dag? Það getur að vera aðeins öðruvísi en það var hérna fyrir ekkert mörgum árum síðan.
Já, það er samt alveg ákveðin hópur sem að vill fá þetta í hendur, vill hafa búkletið, vill hafa geta lesið textan og allt það sko. Og það er eitthvað í okkur, held ég bara manneskjunni, að vilja fá eitthvað í hendurnar þegar við erum að kaupa eitthvað. Og okkur fannst einhvern veginn ekki nógu spennandi að vera bara með netútgáfu, Spotify og YouTube og allt þetta sem að, er rosalega basic að nota í dag. En vissulega kemur hún út þar. En platan er eingöngu til sölu allan að núna til að byrja með á síðun okkar, röskun.is, og þar er hægt að kaupa bæði plötuna, sem sagt, bara CD sem að þú færð sent heim í pósti, eða getur keypt stafrænu útgáfuna og þá færð hana bara downloadar henni á MP3 og hún í rauninni kostar ekki neitt þannig. Þú getur bara downloadað henni á síðun okkar, en þú ræður, það eru nokkrir opsjónar á síðunni, að þú getur valið að borga pínulítið fyrir hana eða borgað fyrir plötuna og þá færðu líka downloadið sko. Hvað er svo framöndan hjá okkur? Ætlið eitthvað að fylgja þessu eftir? Eru tónleikar hjá okkur eða hvernig svona lítur 2017 út hjá okkur? Herru, já, við verðum vonandi mun duglegri við að spila á tónleikum 2017. Byrjum á útgáfu tónleikum í næstu viku á Græna hattinum. Það verður bara mikið fjör, mikið gaman. Og það er 2. febrúar, ekki? Jú, bara næsti 50 dagur. Næsti 50 dagur. Hvernig er svona, kannski ekki beint svona, það sem myndu kalla það meginstraums músík. Þetta er svona aðeins öðruvísi en kannski mjög margir að hlusta á. Hvernig hefur ykkur gengið að fá til dæmis áhorfendur á tónleika hjá okkur? Sko, allavega það sem að við heldum tónleika á Græna hattinum sem voru bara svona okkar eigin tónleikar 2015 og þá var nú bara næstu því fullt hús. Já, það er alveg bara, það mæta allir á þungarokkstónleika sko. Já, það er alveg svona stór hópur fólks eins og hérna á Akureyri sem hefur mikinn áhuga á að fylgjast með ykkur. Já, það bara virðist vera það og sem er bara frábært sko. Það er líka náttúrulega mikið af fólkinu sem við ólumst upp með er orðið fullorðið fólk í dag og er einmitt að kíkja á, fer á þetta og færi nostalgíuna og allt það sko. Einhverja í þungarokkinu sko. Þótt að kannski hlusta ekki bara á þungarokk í dag sko. Þetta er nefnilega, þetta er ekkert út allt sko. Þú kveikir ekkert á útvarpsrás og heyrir í þungarokki. Nei, því miður. Mjög sjaldan. Mætti vera meira því. Já. Mögulega. Heyriði, drengir, bara gaman að fá okkur í þáttinn, til hamingju aftur með plötuna og gangi ykkur vel. Og við höldum bara áfram hérna í föstudagsþættinum eftir skammastund.